Komið sæl og verið velkomin í þetta streymi. Ég heiti Lífi Lárusdóttir og starfa sem markaðsstjóri hjá Terra og í dag ætlum við að fara í málana, eða sem sagt flokkunina. Og fyrst ég kom með þennan hóp þá ætlum ég í rauninni bæði að blanda þeim saman, bara svona flokkun á þessum helstu flokkum sem við erum að flokka í dag af endurvinnsluefnum, en fara líka aðeins í innan raftengda búnað. Kem aðeins inn á það líka eftir. En áður en ég held eitthvað lengra þá ætlum ég að minna ykkur á það að það er svona lítill gluggi þar sem þið getið sett inn spurningar og við getum tekið þær fyrir síðan bara í lok fyrirlestursins. Ég verði með nokkra glærur og bara endilega ef það er eitthvað sem að brennur á ykkur að spyrja, bara velkomið. En eins og segist, ég kem frá Terra, starfa þar sem markaðsstjóri. Við hefum verið í mikilli vinnu í þessum geira og það sem við gerðum í rauninni í lok árs 2019 í svona ákveðnu endurmörkunarferli var að breyta nafn og í rauninni ásýnd og bara öllum heila pakkanum, og það sem við gerðum í því ferli meðal annars var þetta að setja okkur þetta nýja markmið, þetta stóra og mikla markmið, og þetta er í rauninni bara svona okkar mantra í dag ef svo má segja, og það er þetta með að skilja ekkert eftir. Og það eru stór orð og við gerum okkur fullkomlega grein fyrir því, en þetta er svo mikið samtal. Þetta snýst svo mikið samtal okkar við atvinnulífið, við sveitafélögin og heimilin í landinu og bara okkur allir sem neytendur, af því að þetta er bara eitthvað sem kemur okkur öllum við. Það hverju við hendum og hvar það endar, þetta er bara orðið bara eitthvað sem skiptir okkur öll máli. Þetta er ekki eitthvað sem kemur engum við, þetta er bara eitthvað sem við eigum að pæla í. Og það liður í því að taka svona samtal eins og við erum akkurat að gera núna. Þannig að við erum með tæplega 300 starfsmenn á 9 starfsstöðum all land og erum að þjónustu svona alhliða umhverfisþjónustu, bæði í fyrirtækjum og eins bara heimilunum í gegnum sveitafélögin. Og það hefur oft komið upp svo umræða, og það er kannski svona ein af skemmtilegri umræðum að taka, það er þessi samræming eða öllu heldur skortur á henni. En þannig er, eins og við öll kannski höfum kynnst að einhverju leyti, að flokkuna leiðbeiningar eru mjög misjafnar á milli sveitafélaga. Og það er nú bara þannig að sveitafélögin er að setja ákveðna leikreglur og svona aðilar eins og Terra koma sér inn sem þjónustuaðili og bjóða í þá þjónustu. En þetta hefur verið ákveðið flækjustig, og þegar við erum að búa til dæmis kynningarefni, ég tala nú ekki þegar við förum að kynna fyrir einhverjum sem ekki búa hér á landi og til ekki ákveðin sveitafélagi, heldur koma til dæmis inn sem ferðamenn, þá getur þetta bara verið gífurlega flókið og þið getur bara ímyndað ykkur, og ég hef alveg heyrt sögur sem fólk er að tala já, ég bý nú í Reykjavík og svo fór ég norður í bústað og eftir helgina þá bara panikaði ég og ég fóð með allt ruslið mitt heim á sunnudeginum, af því að ég vissi í alvörun ekki þegar ég opnaði flokkunarílating hvað ég ætti að setja hvar. Og þetta er auðvitað ekki gott, af því að við viljum líka í þessu stóra verkefni að þetta sé hvetjandi og flækjustigi gerir þetta einmitt letjandi. Þannig að það er bara mikil vinna og samtal, og ég veit alveg að við erum að þróast í hárrétta átt þegar kemur á þessu, og við munum vonandi sjá bæði þegar kemur að merkingum og ekki síður bara flokkunarleiðbeiningum og flokkunarfyrirkomulagi, hvað við erum að gera á hverju heimili fyrir sig. En þið hafið örugglega heyrt eitthvað talað hringrásarhagkerfið. Það hefur verið mikið í umræðunni á síðasta ári sérstaklega, og það sem við höfum svolítið gert er að skoða í rauninu okkar þátt í þessari vinnu. Þetta hefur bara verið svolítið hingað til ákveðin línuleg hugsun. Það er að segja, ég kaupi ykkur af vöru, neyti innihaldsins og umbúðin fer í almenningssorp. Búið. Hún endar í urðun, sem einhverju leyti er að breytast í dag, að vera takmarkanir á því, en þá bara kemur hún í rauninni og hún er bara, jafnvel ef þetta var umbúð úr plasti, þá getum við sagt sem svo að hún getur verið þarna í kannski 100 ára jafnvel og ekkert verður úr henni. En þessi hringrásarhagkerfis hugsun er að hvetja okkur til að hugsa, ok, ég er búin að nota einhverja vöru og umbúðina, en hún getur komið aftur inn í hringinn. Og hvernig gerum við það? Jú, við þurfum alltaf bara að byrja algjörlega á byrjun. Bara þegar við skoðum hráefnið, framleiðendur, hönnuðir, það þurfa allir að koma að þessu. Og þetta er nefnilega ekki bara eitthvað vandamál leitandans, að við séum, og við þekkjum þau öll að hafa staðið einhvern tímann í matvörubúðinni, hort ofan í körfuna og hugsað, ok, það er bara miklu meira af umbúðum ofan í körfunum minni, heldur nokkuð tímann einhverju vöru sem ég ætla að neyta, og við þekkjum þetta vel. En það er líka mikil þróun þarna, við erum að sjá miklu fleiri valmöguleika og kosti á því að vera til dæmis að versla umbúðalaust vörur. En á sama tíma, það þarf að hugsa þetta alla leið. Og það gerist alveg í byrjun ferlisins. En Terra hefur rauninu skilgreint sig í þessu ferli, í þessum bæði söfnunarhluta og endurvinnslu hluta að hluta til, sem ég kem inn á eftir. Þannig að ef við hugsum þetta þannig að vörurnar sem við notum, þær komast aftur í endurvinnslu, þær komast aftur inn í hennan hring. Við
töpum þeim ekki út, sem sagt. Og það í rauninni bara partur af þessum hugsunarhætti. Aftur, við spólum tilbaka, við erum komin að horfa ofan í körfuna og við erum í vandamáli. Hvað gerum við það sem allir þessar umbúðir? Hvernig losum við okkur við þær? Það getur bara verið svolítið flókið. Það til plast, það til lífplast, það til lífniðurbrjótanlegt lífplast. Þetta er bara ekki rosalega einfalt. En á sama tíma þurfum við bara að hugsa og kannski gleyma því ekki að við berum ábyrgð á þessu. Jafnvel þótt við séum hætt að nota vöruna. Og við þurfum að hugsa þetta strax, þannig að við séum kannski fyrsta hugsunin sé hvernig komum við í veg fyrir að þessi úrgangur verði til yfir höfuð. En úrgangurinn er síðan orðin til, getum við notað hann aftur. Ég á gamla kommóðu sem ég er hætt að nota, Sigga frænka, tekur kommóðina. Frábært. En ég er ekki að fara til Siggu með fullan glæran plastpoka af skýrdósum. Held að hún myndi bara senda mig heim aftur, þannig að það væri fýluferð. En hins vegar er þetta bara að eins og segi, það væri best að nota hlutin aftur. Og þegar við þurfum að henda hann frá okkur, að við vitum að hann komist þá í endurvinnsluferli. Endurvinnsla getur svo flokkast í rauninni sem þessi efnisendurvinnsla, þar að segja að hluturinn er að komast aftur inn í hringinn, sem önnur vara til dæmis úr plasti eða pappa eða öðru slíku. En svo er líka talað svokallaða endurnýtingu til orkuvinnslu. Og þá erum við til dæmis að brenna plast, gerum það reyndar ekki hér á landi, til að búa til dæmis orku sem nýtist í húshitunar og fleira. Og neðst í rauninni, það sem við erum alltaf verið að koma í veg fyrir er þessi urðun. En í dag og þeir sem ekki kannski þekki þetta hugtak urðun, þá erum við í dag að nýta gífurlega mikið landsvæði undir það að urða, eða sérst bara grafa sorp, til kallu landfylling, og það fer eins og segi mikið land undir þetta sem nýtist ekki eins og í framtíðinni, en nema litlu leyti og með ákveðnum takmörkunum. Þannig að það er það sem við ættum að vera að koma í veg fyrir og með það tölfræði sem við erum að skoða þá er í dag verið að henda gífurlega mikið af magni af endurvinnsluefnum í urðun. Þannig að þetta stundum tala 20-30% af því sem er verið að urða í dag er kannski pappi og plast sem átti heima í öðrum farveg. Þannig að þetta er það sem við erum að hugsa og skoða. En hérna er ég bara búin að lista upp bara að svona hvaða flokkar þetta eru sem við erum að vinna við að sækja og hvað í rauninni hver farvegurinn er hverju sinni, en farvegurinn getur verið bara gífurlega ólíkur eftir því hvað við á hverju sinni. Og ef við byrjum kannski á fílnum í herbygginu, ég segi svona, það er plastið. Plastið hefur kannski að mörgu leyti fengið ósanngjarna gagnrýni vegna þess að plast er gífurlega gott og sterkt endingagott efni sem er ódýrt í rauninni að framleiða, en það er kannski notkunin á því sem er vandamálið. Af því að þú horfir kannski á, segjum, plastpoka og þú ert það er nú reynda búið að vera að taka fyrir það plastpokana sem við notum undir ávexti í búðunum. Við vitum alveg að þessi plastpoki, hann verður bara í notkunin ykkur mínútur, stundum sekúndur, en plastið er búið til að endast mjög lengi. Þannig að hvar spilast plastið stórt hlutverk? Jú, í heilbrigðisgeira. Það getur hjálpað þegar kemur að matasóun, til dæmis með því að auka endingagildi á vörum. Þannig að mörgu leyti er plastið bara gott efni, en við þurfum að horfa í þessa notkun á því. Það er að segja að við séum ekki að nota plast þegar við ætlum að nota eitthvað mjög stutt. Og þarna komum við inn á umræðinu með rörin og umræðinu með þess að innota litlu plastpoka sem eru notaðir nokkra sekúndur til að mynda. En hvað gerum við plastið? Jú, ef við tökum bara okkur sem dæmi, þá fáum við til okkur gífurlega mikið magn, til dæmis að plastumbúðum. Og ég var að segja ykkur áðan að ég fær ekki til Siggu með plastið mitt, skýrdósinnar, heldur mikilvægt að hugsa hvernig get ég komið þeim í notkun þegar ég er búin að nota þær. Jú, ég set þar og ég flokka þær með plasti. Og ég myndi segja við ykkur græna tunnan eða endurvinnslu tunnan eða svarta tunnan með þessum myndum, en aftur, ég gerir ráð fyrir að þið séu jafnvel dreifð, jafnvel bara höfuðborgarsvæðið og það getur skipt máli hvar við erum, hvað við á. Þannig að flokkum það með plasti. Og svo líka kemur þetta oft inn aðeins á hreinleikan, hversu hreint þarf þetta plast að vera? Jú, við erum bara að tala það að það sé búið að tæma allt sem heitir matvara úr plastinu. Þannig að við séum búin að tæma skýrdósina. Mér finnst ágætt að nefna dæmi það að við sem öll sem erum hér og hér, ættum heima í sömu götu í Reykjavík og við værum öll meina tunnu, græna og við myndum setja plast í hana. Þið myndu flokka fullkomlega, þið myndu hreinsa skýrdósina og við erum ekkert endilega að tala að spandra 7 lítrum af vatni, við erum bara að tala það að skeri sér búið þegar þið setja henni í tunnuna. Ég er húsið innst í götunni, ég set allar mínar plastumbúðir og ég borði ekki eins og skerið, ég bara hendi þeim. Ég er vel opnaðir til að gera ykkur lífið ennþá erfiðara fyrir. En það sem getur gerst þegar bíllinn kemur að losa og endar hjá mér
og sturtar úr minnitunnu, innihaldi mitt getur hreinlega skemmt fyrir öðrum. Og þegar skyrdósin mín opnast jafnvel yfir það sem aðrir eru búin að vera að skóla, þá getur bara myndast vandamál. En þá kannski hugsar einhver, af hverju erum við þá að gera þetta? Er þetta þá ekki bara tilgangslaust? Nei, alls ekki. Þetta samt sem áður samvinnuverkefni. Og eins og ég segi, hingað til höfum við alltaf öðru hvoru verið að sjá einn og einn sem ekki flokkar en nýtir samt flokkunartunnuna. Þannig að við svona hvetjum fólk til að gera það alls ekki út af einmitt þessu. En svo bara, þegar við fyrir að skoða þetta og þegar við fyrir að skoða efnin okkar sem við erum að henda frá okkur, það rosalega lítið af því í raun að vera eitthvað sem ætti að fara í jörðin. Og maður bara, þegar maður fyrir að hugsa alveg bara, það tekur allt út fyrir svega. Þú getur flokkað málminn, þú getur flokkað plastið, pappan, jafnvel lífrænt, þess að sumir eru svo heppnir að geta gert, og spilliefni og annað frá. Þá ertu kannski með, þú ert með kannski einhverjar óhendur, samsettur umbúðir segja, sem erfitt að aðskilja. Þú getur tyggjó og plast einnota bleiur notaðar. Það ekkert rosalega mikið meira. Og maður tekur bara eftir því þegar fólk byrjar að flokka, það hættar að þurfa að fara út með ruslið, en fer út með endurvinnsluna og nógu því kannski í staðinn. En það sem við höfum verið að gera, af því að langtíma markmið náttúrulega það, eins og bara við höfum séð þróunin í kringum okkur, að löndin fara að verða meira svona ábyrg fyrir því sem það hendi frá sér. Þannig að við bara í rauninni erum í dag að stórum hluta að flytja okkar endurvinnsluefni erlendis til endurvinnslu, en á meðan það svoleiðis. En það sem við höfum hins verið að gera, og til dæmis má nefna hann Fróða flokkara, sem sjálfvirkur flokkari sem staðsettur í Hafnarfirði. Það sem hann hjálpar okkur að gera í rauninni það sem áður var kannski bara verið að aðskilja eitthvað 3-4 flokki sundur, pappinn fór hingað, plastið fór hingað og málmandur hingað. Þá getum við tekið plastið og flokka það nánar eftir uppruna. Og það sem við fáum út úr því hreinni straumar af plasti sem gefur okkur kost á því að koma þá plastinu kannski mögulega frekar í verkefni hérna innanlands, af því við erum komið með miklu hreinni straum af plasti sem stóra markmiði. Og Fróði mun klárlega hjálpa okkur með það og fyrir utan í rauninni bara margfalda vinnslugetu með það sem við vorum að gera áður. Þannig eins og ég segi, plastið og pappinn að berast til okkar, ferlið mjög samskonar. Því þegar fyrirtækin eru að safna svo alveg sér, þá kemur þetta inn til okkar, þessi sturta á gólfið, við erum að pressa þetta í bagga. Eins og ég segi, ef við erum að blanda ykkur saman, þá það sett á band og flokka í sundur. En þegar við erum til dæmis bara með hreinan pappa, og ég nefni alltaf bylgjupappa því hann alveg bara sérstaklega sterkur og gott endingagott efni. En það sjáum við það bara, við getum margnótað einn pappakassa. Þannig það mjög mikilvægt að hann komi til okkar sérstaklega, ekki blandaður með öðrum pappa. Það best þannig. Og það sem við gerum við, hann að bagga hann í svona 600 kg bagga, og í dag hann að fara til Hollands í endurvinnslu þar. Og svo það þessir málmumbúðir sem flestir kannast nú við, geta verið til dæmis niðursuðudósir, lokin af glerkrukkum yfirleitt úr málmi, til dæmis spritkertabikarar og margt fleira. Við fáum mikið til okkar af þessum málmum eða málmumbúðum á móttöku og flokkunarstöðvar allt land, og við komum þessu álið þá í rauninni áfram til endurvinnslu á fyrirtækjum sem sérhæfa sig í því. Og aðeins áfram svona kannski af þessum helstu flokkum, en það eru mörg fyrirtæki búin að stíga það skref að byrja að flokka lífrænan úrgang sérstaklega. Og sum sveitarfélög líka, sem frábært. Og stóra, eins og ég segi, ef við horfum bara nokkra mánuði fram í tíman, þá erum við bara að sjá það að það frumvarp núna í samráðsgátt sem segir, bíddu við, þú átt ekki að urða neitt sem heitir lífrænt til áramóti næstu. En hvort sem að það kannski breytist eitthvað til eða frá, þá vitum við bara nákvæmlega í hvað við stefnum. Og það þetta, að við hættum að urða lífrænt sorp. Eða lífrænan úrgang, skulum við segja. Sumir hugsa lífræn úrgangur, bíddu við, það ekki bara matarsóun, eða? Nei, alls ekki, vegna þess að þegar við erum að sjá þessa lífrænan úrgang og hvað hann felur í sér, þá það náttúrulega bara afskurður og svona mikið sem fellur til í eldhúsum tengt því. Það getur verið tepokar, það geta verið kaffikorkur og kaffifílterar til dæmis, og við segjum líka í þessu að servettur og eldhúsbréf eða sem notað í eldhúsunum megi fara þarna með. Þannig að þetta alveg fljótt að koma, og eins og ég segi, það oft verið að svona, þegar fólk hugsa þetta, hvort það sé ekki rosalega vond lykt, en það það alls ekki. Það eiginlega þessi ruslalykt sem stundum sögð, að koma þegar lífræni úrgangurinn að blandast til dæmis við pappa og plast. Þannig þegar við erum að halda þessu svona sérstaklega, þá alls ekki vond lykt af lífrænum úrgangi. Ég ekki að segja hún sé rosalega góð, en hún heldur ekki vond. Hvað gerum við þennan lífræna úrgang? Jú, við erum að vinna í því, statt og stöðugt að búa til úr honum moltu. Og það nákvæmlega partur af þessari hringrásarhugsun, að við tökum einhvern úrgang og búum til úr honum vöru.
Og þetta náttúrulega bara langt og strangt ferli og ákveðin tilraun fólkin í þessu. Við erum stöðugt að bara bæta okkar verkferla í þessu og það sem við í rauninni gerum, þetta bara svolítið eins og að búa til brauð. Og ég segi það alltaf að brauð, útkoman af brauðinu verður ekkert mikið betra en hráefni sem við fáum í það. Þannig það mjög mikilvægt að við fáum gott hráefni og þess vegna aftur kemur þetta samtal og þessi samvinna að við séum að ræða saman, hvað á að vera í þessum úrgangi og hvað á alls ekki að vera þar. Og í þessu ferli, eins og ég segi, þetta ákveðið svona jarðgera ferli, fyrir gegnum hitameðferð, hitin fyrir yfir 70 gráður og þetta tekur nokkra vikur að búa til moltu og við erum síðan að selja þessa moltu og nota hann í alls konar verkefni. Og að þegar við vorum að tala mikilvægi fræðslunar, þá eru 3 myndir sem sýna algengustu aukahlutina sem fólk flokkar með lífrænum úrgangi og einhverjum bregður kannski að sjá þessa mynd af hnífapörum í miðjunni, en þið geta alveg séð fyrir ykkur á stórum hótelum þegar verið til dæmis að flokka á milli morgunverðar hlaðborðs 1 og 2, hraðinn rosa mikill og það fer 1 og 1 hnífi með og gaffall jafnvel og svo það þessi svona tengdu hlutir eins og til dæmis plastskeiðinu með skýrinu og við sjáum brauðklemmunnar af brauðpókunum, við sjáum íspinna úr plasti og svona þessi ávaxta miða líka. Þetta kannski ekkert svona, hugsunin bara þannig að þú ert einhvern veginn að henda einhverju sem lífrænt og það fer með eitthvað sem tengdist í, jafnvel var notað við notkurnina. En það bara svo rosalega mikilvægt fyrir okkur til að baka brauðið, að búa til moltuna, að við séum ekki að fá plast í ferlið. Og þess vegna sýnum við þessar myndir til að svona fólk átti sá því hvað kannski svona algengast að fólk sé að ruglast með, til að einmitt tannþráður til dæmis, plast, svona matarplast og eða svona sem fylgja umbúðum af plasti til að mynda. Þannig að bara, já, til að hafa í huga í fræðslunni. En að því að ég nú tala fyrir þennan hóp, þá setti ég nú saman í samstarfi við sérfræðingana okkar hjá Terra, sem starfa hjá Terra efnaeyðingu og sjá alfarið spilliefni, sjá líka trúnagögn, matarolíu og eins öll raftækin sem við móttökum. Og ef við förum kannski aðeins yfir þetta og hvers vegna það mikilvægt að flokka raftækin sér, það náttúrulega í þessum tækjum bæði gífurleg verðmæti og eins geta verið hættuleg efni í þessu sem viljum alls ekki að blandist saman við annan úrgang. Og við erum stundum að horfa á það og sjá að fólki finnst eitthvað pínu lítið eins og ein rafhlaða eða ein ljósapera að þetta getur nú ekki skipt máli. En sjá nú bara hvað umræðin sem hefur í gangi með rörin. Ein rafhlaða kannski lítil en það hættuleg efni í sem viljum alls ekki að fara í urðun og komist þannig í snertingu við náttúruna. Þannig að þegar við erum að horfa í þessi efni, bæði þegar kemur að spilliefnum og ekki síður raftækjum, þá rosalega mikilvægt að sé sér farvegur og fyrirtækin séu með og við höfum séð það hjá fyrirtækin sem starfa í þessum bransa að það eru ílát sérstaklega fyrir raftæki, jafnvel búið að flokka þau ennþá eftir stórum raftækjum, litlur raftækjum, ljósaperum og öllu slíku. Og ég ætla svona að fara aðeins yfir kannski bara farvegin þannig að þið sjáið bæði undirbúningin sem þarf og hvernig við erum að skipta þessu niður. Þannig að eins og ég segi, sérsöfnun á þessum tækjum gífurlega mikilvægt til að tryggja réttan farveg. Og ef við skoðum þetta bara aðeins, byrjum á stóru raftækjunum sem eru þá þessar þvottavélar og þurrkarar og uppþvottavélar og bökunarofnar, helluborð jafnvel. Það sem við erum að gera við þessi raftæki þegar þau berast til okkar að í rauninni afhenda þau brotamálmasöfnurum til vinnslu og þau eru flutt erlendis til endurvinnslu. Ljósaperurnar hins vegar, sem aftur, mann finnst kannski ein svona lítið ljósapera, geta valla skipt máli í stóra samhenginu, en þið geti ímyndað ykkur hvað eru framleiddar svona margar ljósaperur og þetta skiptir bara allt máli, alveg eins og með litlu rafhlöðuna. Þær eru hakkaðar, þessar perur, og kvikasilfur og fosfórik aðskilið frá glersalla og síðan fá þær frekari meðhöndlun erlendis. Og þessan glersalla má síðan urða eins og staðan í dag. Minni raftæki og svona lítil samskiptatæki, svo GSM símar og fleira, eru flutt óflokkuð í dag til endurvinnslu erlendis. En þar eru spilliefnin aðskilin frá og tækin síðan tætt og mismundi málma og plastflokkar aðgreindir síðan með vélrænum hætti. Og ef við höldum aðeins áfram, förum í kælitækin, sem eru þá bara eins og kælitæki, ísskápar og frystiskápar. Það sem við gerum þar að þessum kælimiðli svo kallaði tappað af og það tryggir líka rúmmálsminkun undir loftsogi og tæki sem innihalda freon eins og gamlir ísskápar gera, mjög gamlir kannski, fá frekari meðhöndlun og tæki án freons getum við flokka beint með öðrum brotamálmum. Og ef við skoðum aðeins skjáina sem geta verið bara tölvuskjáir og eins sjónvarpsskjáir, þá eru þeir í dag fluttir erlendis til endurvinnslu, plast, gler og málmar eru aðskildir og skjágler
gler þar sérstök úrræði sem hingað til hafa verið að fara erlendis. Og ég bara minni á að til að tryggja akkurat þennan rétta farveg, þá bara mjög mikilvægt að það sé viðurkenndur aðili sem í móttöku á þessum efnum. En eins og ég segi, við höfum verið að eiga þetta samtal við fyrirtæki, við heimili og það hafa komið upp svona oft algengar spurningar og þetta svona meira kannski bara almennt þegar kemur að flokkun og þessir helstu flokkar og ég búin að taka bara saman svona algengustu spurningarnar sem við höfum verið að fá og þeir hyggi ekki við að senda eða eru sérhæðar spurningar sem ég skal gera mitt besta til að svara. Og ef við byrjum kannski bara á þessari Hver munurinn á endurvinnslu og endurnýtingu? Ég kom aðeins inn á þetta áðan með kommóðuna. Ef við erum að endurnota eitthvað, þá við rauninni bara að tryggja það eitthvað sem hefði farið til endurvinnslu eða jafnvel í annan farveg sé nýtt aftur. Og þetta getum við gert, við sjáum það, við getum nota glerkrukku margoft. Við getum nota ísbóksin okkar til að geyma matarafganga. Þannig að það rosalega margt sem að maður kannski, hendir stundum bara í hugsunarleysi sem hægt að nýta aftur. Og maður getur líka séð með alls konar svona sérhæðir eins og eggjabakka og fleira. Kannski búið að vera aðeins öðruvísi í þessu COVID-ástandi, en stundum eru leikskólar að taka við þessu, þannig að þegar maður með mikið magna ykkur, þá getum við líka að hugsa ef við erum með minna magna og höfum tökka og safnum þessu saman, þá átt þetta að tryggja svona annan farveg í rauninni. Endurvinnsla þá í rauninni bara ferlið að taka við efni sem ekki stendur til að nýta með öðrum hætti og koma þá í viðeigandi farveg, sem aftur mjög misjafn eftir því hvað efni verið að ræða. Já, ég kannski líka búin að koma aðeins inn á þetta með hreinleikan, því hreinna því betra. Það nefnilega stundum talað að allt plast sem sé sent frá Íslandi sé að fara í brennslu, þannig að þurfi alls ekki að skola það, en þetta bara mikil mýta og við viljum bara ítreka það að við viljum koma þessu efni þá í svokallaða efnisendurvinnslu, þannig að það komi aftur til okkar inn í strauminn þá sem jafnvel önnur vara á plasti og til þess að það sé mögulegt, þá viljum við hafa hana eins hreina og völir á. Þannig að skóla, en aftur, við erum ekki að taka 7 lítra af vatni til að skólina skýrdós. Þarf ekki að setja þær í uppbótarvél, við heyrum þetta líka mjög oft, en við erum bara búin að fjarlægja matvöruna úr ílátinu, úr hvers konar efni sem ílátið Þannig að við erum að fá bara ákveðin hlutföll árlega frá okkar aðeins sem tekur við efninu, hvað við erum að ná að koma miklu frá okkur í annars vegar efnisendurvinnslu og hins vegar í þessa orkunýtingu, endurnýtingu til orkuvinnslu. Það sé brennslu. Svo það lífplastið og þetta kannski í dag sem fólki finnst svolítið mikið vandamál. Gott og vel, en þetta samt sem áður markaðurinn að bregðast við því að plastið að fá svolítið svona við viljum ekki sjá plastið. Þá náttúrulega bara fara framleiðendur á stað og reyna að hugsa í öðrum lausnum. Og þannig kemur lífplastið inn á markað. Og lífplastinu má skipta í tvennt. Það er lífplast sem brotnar ekki niður og það byggt upp bara með sama hætti og annað plast og í rauninni líkir eftir uppbyggingu á plasti, en hins vegar þegar kemur á endurvinnslunni þá þarf að endurvinna það með öðrum hætti. Bræðslumarkið til dæmis ekki það sama, þannig að það aðeins öðruvísi ferli. Svo það lífplasti sem brotnar niður og við getum bara fengið það í rauninni í svona jarðgeraferli, tekur rosalega bara mjög mislangan tíma eftir því hversu þykkt plast að ræða. En á saman tíma höfum við séð plastvöru sem geta farið í þetta ferli og endurnýtast þannig. Þannig að þetta svona pínu, þá kemur aftur eiga neytendur að vera heima með stækkun og gler og orðabók að komast að því hvers konar plastir eru með í höndunum. Nei, hins vegar hef ég bent á það að það hægt að hella heitu vatni á plastið til að sjá og þá getum við oft séð þegar það byrjar að skreppa saman, þá að ræða þetta niðurbrotanlega plast sem getur þá farið í lífræna söfnun. Höldum aðeins áfram. Pappaþurrkurnar, margir og skiljanlega telja sig bara vera með pappa í höndunum og geta þá bara flokka það með pappa og ég sagði ykkur áðan þegar við komum að lífrænuflokkunni að pappin mætti fara með þar og við erum svolítið aðskilja þetta, við erum svolítið að hugsa þetta bara eldhúsið og salernið. Þannig í eldhúsinu getum við sett það sem við erum að safna lífrænu, getum við sett servittur og eldhúsbréf sem eru að nota bara til að þurrka mat og annað með í lífræna söfnun. Hins vegar inn á baðinu höfum við sagt, eða inn á salernum, við höldum því aðskildu og setjum í almennt sorp. Pappaþurrkan í rauninni eða handþurrkan og pappa ákveðin endastöð í endurvinnsluferlinu á pappa, þannig að blaut pappaþurrka ekki að fara að verða að bylgjupappa því miður. Þannig að við segjum bara það sé að fara í almennt sorp og
pappaþurrkurnar inn á salerninum og eins og segi, þetta kannski svona algengasta sem við sjáum og þurfum að svo kallega fella gáma út af þegar fólk að setja pappaþurrkur með í pappa. Þannig að við viljum halda þessu aðskildu. Síðast en ekki síst, af því að ég sagði ykkur hans frá Fróða áðan og það sem við höfum séð og náttúrulega bara eitthvað sem heita grímur eitthvað sem bara, var notað í ákveðnum iðnaði og fleira, en við kannski þekktum þetta ekki einu sinni. Þetta var bara nýtt hugtak fyrir okkur og svo hefur bara komið inn á markaðinn gífurlega mikið magn af grímum. Og margir hugsa bara ég með pappagrímu eða ég með plastgrímu, bara þetta hlýtur að vera mjög einfalt. Pappagríman hlýtur að fara í pappa, plastgríman hlýtur að fara í plast. Þetta er nefnilega ekki svo einfalt og bara í þessu upphafi á þessu COVID-ferli þá var það bara gefið út að þetta yrði sett og sem flokkað sem almennt sorp. Það væri rauninni bara ekki verið að vinna með þetta, þessar grímur. Og þegar að við höfum verið að skiptast aðeins á að fara út á Fróða og sjá svona hvað er að koma inn á böndinu og svona, það er rosalega mikið magn af grímum og einnota hönskum sem er að koma þarna inn og við viljum halda þessu alveg frá. Þannig að við segjum einnota hanskar, einnota grímur, flokkum við sem almennt sorp. Jafnvel þó að hanskarnir séu einhverju leyti plasthanskar, það er ákveðið latex í þessu, það er samsetningur efnum sem ekki gengur og endurvinnst með sama hætti og aðri strauma sem við erum að fá inn af plasti. Þannig að það er svolítið mikilvægt líka. Þannig að það voru svona síðasta formlega glæran hjá mér í dag og vonandi bara einhverju nýjir punktar sem að þið hafi lært og heyrt sem að þið vissuð ekki. Og svo er bara ótrúlega mikilvægt að þetta samtala eigi sér stað því að þegar við förum að tala þessa hluti þá kemur oft eitthvað upp sem að vefst fyrir einum og ekkert ólíklegt að vefst fyrir öðrum og þannig að þá erum við bara að tala saman, við erum að miðla fróðleik og bara hjálpa stað og það er bara stóra málið okkar. Við eigum bara eina jörð, við þurfum að ganga vel hana, við vitum það, hvernig þurfum við að gera það, þarf að vera einfalt og hvetjandi kerfi. Þannig að ég bara segi þessum glærum formulega lokið. Þannig að og svo bara eins og segi, ef það er eitthvað sem að þið hafið áhuga á að vita meira þá líka bara að senda á okkur, annarkvort á Terra, ég er líka með Lífa Terra, þannig að ef það vakna upp ykkur spurningar, ég náttúrulega hef aðgangað öllum sem helstu sérfræðingum þegar kemur að rafbúnaði og raftækjum, þannig að það er bara algjörlega sjálfsagt og ég hveti ykkur bara öll til þess að hafa þetta bak við eyrað að hugsa hvernig við erum að nota hlutina og ekki síst hvernig við afsetjum þá þegar við erum búin að nota þá. Þetta skiptir gífurlega miklu máli. Þannig að ef ekkert er komið þá ætla ég bara að þakka kærlega fyrir mig. Gaman að vera með ykkur þó það væri með þessum hætti. Tæknin leysir ýmislegt. Þannig að bara takk fyrir mig í dag.